fagna hinir, merkjum liðsheild. 299 sinnum kom þetta fram í Íslandi, 135 sinnum í hinu liðunum. Merkjum miklu meiri liðsheild og stemningu, liðsstemningu, þar sem þú ert ánægður ef að félaganum gengur vel, vegna þá gengur liðinu vel. Sína tilfinningar, 71-54, það var svona vonbrigði og svekkelsi, brosa á vellinum og eitthvað svoleiðis, Ísland líklegir í það. Team support, það er svona gefa high five og eitthvað slíkt og þakka fyrir sendinguna, það er eitthvað svona stuðningur manna á milli, þegar þeir finna og smitast á milli. Ísland 436, hinar þjóðirnar 233. Miklu meiri liðstuðningur og tengsl milli leikmanna á vellinum og allt þetta. Fleira hafa samskipt á vellinum, Íslendingar líklegri og play hard, svona harðir í horn að taka, þannig að andstæðingarnir lágu í valnum svolítið. Ísland miklu líklega. Og þetta er svona dæmi um það að þetta er kannski þessi nálgun okkar, skilur við. Þessi íslenska geðveiki að spila á tilfinningum okkar og spila svona með hjartanum. Og þarna hafði Ísland vinningin yfir öll hin liðin. Og þetta er stemning. Þetta er stemning. Og þetta gerir liðið meira en summa einingarna sem myndaðu. Þetta er dæmi um handbolta, en þetta er sjáanlegt í öllum þessum liðum. Öllum þessum, þau hafa öll þetta íslenska hjarta og tala um íslenska hjartað og allt það. Lars Lagerbäck, knattspyrnuþjálfarinn sænski, hann var reyndar að reyna að draga úr þess að leikmenn ætti ekki að spila svona mikið með tilfinningum sínum, að reyna aðeins að hafa betri stjórn. En þetta er mjög rosalega ríkt í okkur, því að svo mikið þjóðarstolt, okkur langar þetta svo mikið og öll liðin standa svolítið fyrir þetta. Anna Úrsula Guðmundsdóttir, landsliðskona í handbolta, talaði um þetta, ekki bara um nokkrar tilvitnanir, bara svona til að brydda upp á einhverju úr bókinni. Þetta er svolítið svona hjarta. Það er baráttan sameinar okkur. Við þurfum eitthvað ekstra fram yfir stærri þjóðirnar. Við þurfum þetta íslenska brjálæði. Þannig að þegar við erum svona minni máttar, má segja, við erum með minni leikmönnum og færri leikmönnum, ekki með bestu leikmenni heim og allt það, þá þurfum við eitthvað ekstra. Og við þurfum svolítið þessa baráttu og stemningu og kraft og tilfinningar og stolt og allt þetta. Og þannig spilum við íþróttir mikið til. Fórum þetta á íslensku geðvikinni. Öll þessi lið tala um þetta og það er alveg stórkostlega merkilegt. Íslenska geðvikin er ekki bara notuð í handboltalandsliðinu, hún er notuð í fótboltalandsliðinu, hún er notuð í körfuboltalandsliðinu. Hún notar sömu orðræðuna til að lýsa hvernig þau spila. Og það tengir í næsta punkt að smæð samfélagsins, að við séum lítið samfélag með fá einstaklinga, það getur hjálpað. Og það hefur hjálpað okkur á árangri í þessum liðum. Þetta flyst á milli. Og nú ætla ég að tala eins um styrkleikana sem liggja í smæðinni. Í fyrsta lagi, smæðin gerir það verkum að það er mikil tengsl við nærsamfélagið. Beint og svona, þú veist, leikmenn eru miklum tengslum við bara samfélagið, við fólk á Íslandi, fjölskyldu þeirra, vinið sína, og það þekkja allir alla, einhvern veginn. Þegar leikmenn koma í þessi landslið, það er sterk tengsl á milli fólks, þannig að, þú veist, það er svona, það myndar svona betri einingu. Rannsóknir sýna það að smærri samfélög eru líklegri til að ná meiri árangri heldur en stór samfélög í íþróttum. Vegna þess að það eru einhverju svona kraftar sem virka. Það er yfirleitt verið að gera þessar rannsóknir á litlum samfélögum sem eru svona 5 milljónir eða 10 milljónir, skiljið. Og þá sýnir það að það er líklegra að afreksmenn komi úr litlum samfélögum heldur en stórborgum, eða stórum samfélögum og allt það. Ok, en það eru sterk tengsl á milli fólks að þekkja allir alla. Og því þekkið þetta, ef maður þarf að ná í eitthvað, þá er ekkert mál. Maður bara hefur samband við eitthvað og hann hefur, ég meina allir sem ég talaði við, þeir bara svöruðu mér og þetta var ekkert mál. Þannig að smæð samfélagsins hjálpar okkur því. Sterk tengsl á milli fólks, ég gera það verkum að leikmenn í svo landsliðum, þeir þekkjast, þeir eru komið í landsliðin. Þeir þekkjast og það er ekkert sjálfgefið, það er ekki í þessum stórlöndum kringum okkur, það sem að leikmenn þekkjast ekki og eru hittast í fyrsta skipti og tala svona, hafa allt annan kultúr og allt annan lífstíl og komur allt annar átt og hafa enga tengingu. Við komum öll úr þessu litla samfélagi, þannig að leikmenn þekkjast, hafa sömu grunngildi,
hafa hist margoft í gegnum tíðina, annarkvort spila á móti ykkur öðrum, eða hist á íþróttaviðburðum, eða hist í bíó, eða í sundi, eða hvað þetta nú allt saman, skilji. Þú veist, það er komið svo sterk tengsl á milli leikmanna, þannig að þeir eru komið í landslið, þá þekkjast bara allir. Og það er miklu auðveldara að mynda sterka liðsheild þegar allir þekkjast og hafa sömu grunngildi heldur en að fólk eru úr sitt áttinni og hafa enga tengingu og engin tengsl á milli sín. Þannig að leikmenn í íslensku landsliðum eru vinir og gera margt saman utan við íþróttirnar og allt það og það er svolítið styrkleiki og það er út af smæð samfélagsins. Það hjálpar okkur hvað það varðar. Það verður ákveðin smitun. Ég meina, við erum að sjá hérna þessar myndir hérna hægra megin. Ég meina, það eru bræður, Ólafur Stefánsson og Jón Arnór Stefánsson í handbolta og körfubolta. Aron Einar og Arnór í handbolta og fótbolta. Það eru tvær og tvær systur í körfuboltalandsliðinu. Og í undir 19 ára landsliði Íslands í fótbolta fyrir nokkrum árum kom 25% leikmanna úr sama bekk. Tengingarnir eru rosalega miklar. Og þessar hugmyndir, þær smitast á milli. Íslenska geðveikin, ákveður í öllum liðum, þetta smitast bara á milli. Það sem virkar og virkar vel, það smitast frá einu liði í annað, frá einum leikmanni til annars. Og það sem virkar, það er bara allir komnir með það. Það pikkaði allir upp og það gerist bara strax. Meðan í mörgum af þessu stórlöndum, þá gerist það ekkert. Menn halda þekkingun fyrir sig, hún fer ekkert yfir á aðra og hún verður meira staðbundin. Það verður smitun hugmynda, þetta jákvæði sem er að gerast, góð hlutir sem gerast, sem gerir það verkum að góður hugmyndir fara á milli. Og næsti punktur, þetta gerir það líka smæð samfélags hjálpar okkur að fyrirmyndirnar eru nálægt okkur. Ég meina, þeir sem eru hér, þið þekkið einhvern í þessum landsliðum. Myndu heilsunum út á götu, eða jafnvel frænd ykkar eða frænk ykkar eða skildmenni, nánara skildmenni eða voru þú veist, einhver úr bæjarfélaginu eða einhver sem er í fjölskyldunni eitthvað eða einhver vinafólk eitthvað. Við tengjumst öll þessu afreksfólki með einum hætti eða öðrum, einhverjum. Og það gerir það verkum að þetta afreksfólk, það er svo nálægt okkur. Þegar það kemur til Íslands, þá er það bara hérna í sundlauginni. Og það býr ekkert í einhverju hverfi, afgirtu hverfi einhvers staðar í burtu. Það bara tekur þátt í samfélaginu. Sem gerir það verkum að fyrirmyndirnar eru svo nálægt okkur. Hugsið ykkur fyrir börn og unglinga sem eru að æfa íþróttir og bara fyrirmyndirnar sem eru að keppa hérna í sjónvarpinu og þessu stóru völlum og þessu stóru keppnum, það er bara við hliðina á mér í sundi eða eitthvað sko. Og þetta gefur trú. Ég get þetta er bara venjulegt fólk. Hún er bara rosa hress og Margrét Lára og þetta, skilur. Ég get þetta alveg líka, skilur. Það gefur okkur svona, það bústar okkur, skilur. Við getum þetta alveg líka. Því fyrirmyndirnar er ekki bara í sjónvarpinu og einhverjum sjónvarpsskjám og eitthvað. Þær eru bara við hliðina okkur, þær eru að taka þátt í samfélaginu. Og þetta er aðeins í magna, þetta gerir, þetta er mjög sjaldgæft. Og ég segi dæma því ég bý í Garðabæ og Jón Arnór Stefánsson, bara besti körfuboltamaður Íslands. Þegar mér vantar fisk í matinu og fer út í búð og hann er að afgreiða mig, skilji. Hann er með búð það sem heitir kjöt og fiskur, skilji, sko. Þú veist, þetta er bara besti körfuboltamaður Íslands, skilji. Og taka þátt í EM og bara allt þetta, skilji. Fyrirmyndirnar eru svo nálægt okkur, það hjálpar okkur og hjálpar ungviðinu að fá trú á verkefnið og við getum þetta, þekkingi flyst á milli, alls konar slíkir hlutir. Styrkur í smæðinni. Einnig gefið smæðin okkar svolítið félagsauð. Við sjáum það er rosalegur áhugi á þessum íslenskum landsliðum þegar þeir spila. Sérstaklega ef það vel gengur. Ég meina, við erum að sjá að það eru 60, 70, 80% íslensku þjóðarinnar sem horfa á leiki í beinni útsendingu. Samkvæmt upplýsingum frá RÚV sem eru með alþjóðlegan samanburð og þeir eru að kynna þetta á ráðstefnum út í Evrópu og á þessum fundum, sameiginlegum fundum. Það bara á engin orð út í Evrópu yfir þessar áhorfendatölur. Þetta bara meikir engan sens. Þetta úr öllu jafnvægi við allt sem gerist í öllum löndum í kringum okkur. Að 80% þjóðarinnar séu að horfa þetta eða Eurovision. Skilur, það er eins með Eurovision. Skilur. Þannig að það er rosalegur félagsauður, það er rosalegur áhugi á þessu liðum og þjóðin stendur einhvern veginn á bak við alla Íslendingar sem er að keppa á erlendri grundum. Það þýðir ekki að 80% þjóðarinnar hafi áhuga á handbolta eða körfubolta eða fótbolta. Skilur. Það er ekkert endilega málið.
heldur bara skiptir máli að séu Íslendingar að keppa á erlendri grundum. Og við fylgjumst með og styðjum þau og það ótrúlegur félagsauður. Sjálfsmynd þjóðarinnar og stolt. Við viljum að merkisberar okkar á þessum vettvangi gera okkur stolt. Og við viljum að þau standi sig, við viljum vera þjóð meðal þjóða, gamla minnimáttakendin. Við viljum að bara how do you like Iceland? Við viljum bara hei, hér erum við og við getum ýmislegt. Þannig öll þjóðin á bak við þessi lið. Og það gefur þessum liðum rosalega hvatningu. Það gefur þeim alveg ótrúlega hvatningu. Og þessi leikmenn í þessum liðum, þeir eru rosalega flotti karakterar og þeir eru að gera þetta fyrir þjóðina. Algjörlega. Gefa sér þetta aftur og aftur að gera þjóðina stolta. Það er alveg ótrúlegt hvað þetta hefur mikil áhrif á. Ótrúlegt. Og þetta virkar líka sem félagslegt taumhald. Það er að segja, leikmenn verða að hegða sér svona almennilega, því þeir eru að representera þjóðina. Og þeir eru með nafn pappa sín segja mömmu á bakinu, og þeir vilja gera okkur stolt. Þannig að þeir eru ekkert að láta eins og einhverju vitleysingar. Af því öll þjóðin er að fylgjast með. Þannig að þeir gera allt sem þeir geta til að gera okkur stolt. Og þetta félagsauðurinn hjálpar okkur í þessum liðum. Þannig að styrkur liggur í smæðinni með ýmsum hætti. Tvö kvót, Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamaður sem var landsliðsmaður og atvinnumaður í handbolta, talaði fyrri punktinn, tengst við samfélagið og allt það. Það koma allir frá sama stað. Það hafa allir sama kúltúr og hugafar. Frá fyrstu landsliðsæfingu þá þekkjur alla. Þú ert búin að þekkja á í svolítið tíma, þá myndast tengsl í liðinu. Smæð samfélagsins, eða ekki. Björgvin Páll Gústafsson, handboltamarkmaður, bara einhverju tilviljun, það var þetta handboltadæmi hérna mest. Hann var að tala þegar að liðinu gekk illa og liðið var fyrir vonbrigðum og svona allt þetta. Það fyrsta sem var hugsað þegar mótið var flautað af, þá hugsaði maður minnst sjálfan sig, hvað verið gaman fyrir sjálfan því að fara lengra. Maður tengir meira við svekkelsi fyrir fólkið heima á Íslandi. Þú ert að gera þetta miklu meira fyrir aðra heldur en fyrir sjálfa þig. Þetta endurspeglar svolítið hugafarið í þessum liðum. Að leikmenn að fórna sér og gera þetta fyrir fólkið. Til að gera það stolt. Og þetta rosaleg vítamínsbrauta í þessi lið. Alveg ótrúleg vítamínsbrauta í þessu lið. Og það skiptir máli fyrir fólkið heima hvernig við spilum. Þessi íslensku landslið, við getum ekkert endilega gert kröfu á það að þau vinni alla leiki. Við vitum alltaf að við erum yfirleitt underdogs. Við eigum undir högg að sækja. Það er yfirleitt bara mjög fáir ef einhver leikmaður í íslensku liðunum sem kæmist í hinliðin. Við erum svolítið í þessu hlutverki. Þannig að við getum ekki sem þjóð og gerum ekki kröfu að þau vinni alla leiki. En við gerum kröfu á að þau sýni góðan karakter og þau vinni baráttuna, eins og við kalla það. To win the character contest. Við gerum kröfu það. Við viljum sjá liðin okkar berjast meira, hafa meiri leikliði, hafa meiri stemningu, gefast aldrei upp og þá verðum við stolt. Karlalandsliðið í körfubolta er frábært dæmi um þetta. 2015, fyrsta sinn á EM, með lægsta liði í keppninni, næstlægsta liði í keppninni var að spila á móti einhverjum NBA-stjörnum. Liðið tapaði öllum leikjunum í keppninni. Samt vorum við ógeðslega stolt af þeim. Að þeir sýndu þennan karakter. Þeir gáfust aldrei upp gegn stóru köllunum. Bara hömuðust í þeim og komu alltaf tilbaka og hafa leiklið og stemning og þeir smituðu út frá sér. Náðu jafntefli í einum leik en svona. Jón Arnór Stefánsson sagði, hann var svo skrítið eftir mótið, sagði hann. Mér fannst þess að við höfum unnið keppnina, sagði hann, skilur. Þeir töpuðu öllum leikjum, af því við unnum baráttuna svolítið, Alfreð Finnbogason, karlalandsliðinu í fótbolta, hann segir, ef maður berst og djöflast og er alveg á milljón og spila með hjartanu, þá er íslenska þjóðin ánægð. Þannig að þetta einkennir svolítið spila með, Þetta er það sem að liðin svolítið standa fyrir. Og ef við vinnum baráttuna, þá getum við unnið alla, hvern sem er, ef við vinnum baráttuna.
Ef við vinnum baráttunum við Holland í fótbolta, þá getum við unnið þá. Ef við vinnum baráttunum við hinum, þá getum við unnið þá. Þannig að vinna baráttuna. Og við nálgumst þetta svona, það svona líka flæði milli liða. Finnur Stefánsson í körfubolta tala að við værum svona eins og chihuahua-hundar. Ég veit ekki hvort þið þekkið, svona pínu litlir. En þeir halda þeir séu miklu stærri en þeir eru, skilur. Þeir mæta stórum hundum, þá bara, hérna ég, skilur, þú veist. Og svona halda þeir séu miklu stærri en þeir eru. Og körfuboltalandsliðið svona fílaði sér svolítið þannig. Og hvað haldið þið? Fótboltalandsliðið notaði þessa mynd á EM. Það sem einhver lítill hundur er að elta hérna nashyrninginn, sko. Flæði á milli liða. Hugmyndirnar. Og gott kvót sem ég fann og hef notað. What counts is not necessarily the size of the dog in the fight. It's the size of the fight in the dog. Ekkert endilega stærðin heldur baráttan og hún skiptir okkur rosalega miklu máli. Þannig þetta er grunnurinn. Þaðan komum við, svona spilum við, svona nálgumst við verkefnin. Og við höfum kannski alltaf gert það í gegnum tíðina. Við höfum alltaf verið almennt séð í þessum íslensku íþróttum með leikgleði og stemningu og eitthvað slíkt. En það sem hefur breyst á síðustu árum og ein af ástæðum þess að við erum að ná árangri á síðustu 10 árum í þessum íslensku íþróttum og toppurinn er á þessum síðustu 10 árum þegar öll landsliðin komu, það er aukin fagmennska sem við bætum ofan á stemninguna og íslenska hjartað og allt þetta. Aukin fagmennska. Og við sjáum þetta víða. Sjáum þetta bara í íþróttastofnunum. Það eru 15 ár síðan að ISÍ fór að taka þetta í gegn og fór að gefa út svona eitthvað, svona fór að taka út starfi í félögunum og voru að koma með einhverju leiðbeiningar og voru að tekka á einhverju bókhald og skipulag og þjálfun og eitthvað svona. Við erum orðið faglegir í þessu. Það er mikið búið að tala um knattspyrnusamband Íslands. Þjálfaramenntun og alls konar svoleiðis hlutir. Við erum búin að taka svolítið, við erum komin lengra. Við erum orðið faglegir í því sem við gerum. Ýmis erlend áhrif sem hafa bara verið ómetanleg fyrir okkur. Fyrstulega erlendi þjálfarar á Íslandi sem hafa bara umbylt íþróttunum og komið okkur á bara næsta stall. (95-90). Hann vildi vinna 55-50. Meiri agi, meira skipulag, engin svona fíflagangur, skiljið. Það var bara svona svolítið þetta sem að menn æfa oftar í viku og allt þetta. Lars Lagerbäck, þegar Ísland er í sæti 133 á heimslistanum kalla, þá kemur hann og breytir kúltúrnum. Ekki bara í liðinu, heldur líka í knattspyrnusambandinu. Hvernig liði ferðast og hvernig liði gerir hitt og þetta og maturinn og boltarnir eru klárir og alls konar svona hlutir sem voru ekkert endilega í lagi. Kemur með markvissara skipulag og festu og meiri aga. Og ég var að tala við spilum á tilfinningum okkar, hann var að reyna að draga úr því, fá meiri aga og festu í liðið. Og leikmenn tala það. Hann var alltaf að draga úr, svona, taka aðeins tilfinningarlega niður, spila meira aga og fókuserað. Þannig að erlendir þjálfarar hafa haft mikil áhrif til að koma með nýjar hugmyndir. Sem réðu bestu sérfræðingana og voru bara að vera heiminn að hafa á milli. En núna sem geta allir náð í þessa þekkingu og þekkingin er orðið miklu útbreiddari, fagmennskan útbreiddari og almennari, þá hefur bilið minnkað. Vegna þess að þekkja allir leikskipulag og hvað á að gera og allt þetta. Þekkingin er orðið miklu almennari, hann er bilið milli bestu liðanna og hinna að minnka. Og það eykur líkur á óvæntum úrslitum að Ísland ná í gegn, að Leicester City verði Englandsmeistari eða hvað það nú er sem við viljum skoða.
Og það þessi kynslóð sem fæðist upp úr 1980 til 1990 sem myndar þessi lið, allt þetta gagnast þessari kynslóð. Og betri þjálfun, betri aðstæðum, hafa meiri upplýsingar og svona hagnast af alls konar hlutum sem gera það verkum að hafa meiri tækni, hugsa betur líkamann. Þetta eru íþróttamenn sem að drekki ekki og reyki ekki og hvað þetta allt þannig að myndast nýr kúltúr í þessum liðum. Hjá þessari kynslóð sem kemur upp og myndar þessi landslið. Þannig að til að taka þetta aðeins saman þannig fyrir lokapunktinn, þá vil ég halda því fram að við getum litið á þetta sem svona píramída til að taka þetta saman það sem ég var að segja hérna undan. Neðst í píramídunum grunnurinn sem við byggjum öll okkar landslið á þessi staðbundna menning. Við erum með íþróttastarf fyrir alla og við lítum á íþrótt sem leik. Það leikur, það á að vera skemmtilegt, það á að vera fjör. Almenn þáttaka, uppeldisleg gildi, leikgleði, vinir. Allur þessi pakki. Þetta er grunnurinn í öllu liðum. Þetta er það sem skýrir liðseildina og stemninguna og leikgleðina og baráttuna og allt þetta. Það er staðbundna menningin. Af hverju við spilum íþróttir og hvernig við spilum íþróttir, það ræðst í samfélögunum. En það eru öll liðin eins. Í grunninn vegna þess að við komum öll úr þessari sömu menningu. Þarna liggja ræturnar fyrir íslenska hjartanu og öllu þessu. Hvernig við spilum, af hverju við spilum, liggur í þessu. Liggur í íþróttastarfinu, liggur í áhuga þjóðarinnar á íþróttum, þjóðarstoltinu og öllu þessu. Það er grunnurinn og það er svolítið sérstaðan. Auðvitað geta verið lið í öðrum löndum sem eru með liðseild og stemningu og allt það. Það er ekki spurning. En þetta er eitthvað sem við höfum oft á tíðum og verðum að hafa. Ef við höfum þetta ekki þá náum við ekki árangri. Þetta er grunnurinn. Ofan á hann kemur svo þessi aukna fagmennska, þekkingin, þjálfaramenntunin, aðstaðan, allt þetta sem við höfum byggt ofan á grunninn og undanförnum árum. Og á toppnum vil ég svo meina að það eru tækifærin. Og í íþróttum í dag eða síðustu ár, það eru ákveðin tækifæri sem við geta nýtt okkur. Fleiri leikmenn sem komast erlendis eftir Bosman-málið og allt þetta, meiri þekking og allt það. Og svo vil ég halda því fram að afreksíþróttir eigi í pínlítilli krísu. Það eigi í pínlítilli krísu, það í vandræðum. Vegna þess að markaðsvæðingin, hún búin að taka yfir íþróttir. Peningavæðingin búin að taka yfir íþróttir. Hún hefur ýtt undir einstaklingshyggju og dregið úr þessum sameiginlegu gildum. Og þegar íþróttir fara að snúast eingöngu frama einstaklingsins og peninga, þá missuru mikilvægi þætti úr starfinu, úr þessum liðum. Þú missir liðseildina og vinskapinn og leikgleðina og fórnfísina og allt það. Og það eru það sem afreksíþróttir eru að átta sig á. Að módelið, afreksíþróttamódelið, það ekkert endilega að virka. Rannsóknir sýna það til dæmis að unglingaakademíur í þessum fótboltaklúbbum sem velja bestu bitana, bestu krakkana og ætla alveg upp og gera það einhverjum stjörnum, það ekkert að skila neinum árangri. Ekkert meira bara fyrir einhverjum tilviljun, það kom alltaf einhverjum upp, það ekkert að skila meira árangri en það. Og ég var á ráðstefnu á Spáni daginn og það sem ég fékk þetta svolítið staðfest í öllum þessum liðum, það var þau eru svolítið að snúa tilbaka, þau vita að þau eigi vandræðum. Og ef þau eigi vandræðum, þá hefur verið sóknarfæri fyrir okkur vegna þess að við höfum þessi gildi í meiri mæli en þessi pjúra atvinnumanna landslið sem við erum að mæta. Eins og hollenska landsliðið sem ég minntist á það. Það sem vantar svolítið hjartað og vantar liðsildina og stemninguna og fórnfísina og samskiptin og allt þetta. Þá höfum við gripið tækifærið með okkar styrkleikum og náði í gegn í hæstu hæðir í öllum þessum íþróttum. Þetta er tíminn. Það hefur verið að gera á síðustu árum vegna þess að afreksíþróttir eigi einhverju leyti í smá krísu. En svo hvað? Hvað svo? Hvað gerist núna?
Við erum að lifa algjöran hápunkt í íslensku íþróttalífi, vil ég meina, með öll þessi landslið. Getum við haldið það út? Hvað gerist í framhaldinu? Við erum með dæmi fyrir framan okkur sem að eru svona víti til varnaðar. Við erum með karlalandslið Noregs og Danmerkur í knattspyrnu á 10. áratugnum sem náðu frábærum árangri. Danir eru Evrópumeistarar. Norðmenn komust á 3 stórmót á 10. áratugnum, fóru í annað sæti á heimslistanum og síðast var árið 2000. Síðan árið 2000, ekki söguna meir. Og norska landsliðið er búið í frjálsu falli alla götur síðan. Ég er í samstarfi við norskan fræðimann sem er að skoða þetta, við erum að skoða þetta í sameiningu og hann segir akkurat þetta. Að norska liðið 1995, 96, á þessum tíma, það var á svipuðum stað og íslensku liðin og íslenska liðið er í dag. Meiri fagmennska, það var komið meiri fagmennski í þetta og hún var að byggjast upp. Þjálfarar, aðstaða, gervigras og allt þetta, það var að byggjast upp. Það var leiklið og stemning í þessum liðum. En svo fóru að halla undan fæti. Þeir gleymdu gildunum sínum. Og það fóru að snúast meir einstaklinga, fóru að snúast meir að spila eitthvað allt öðruvísi, eitthvað fancy fótbolta og hvað þetta nú var. Þeir gleymdu gildunum sínum sem kom þeim á þennan stað í fyrsta lagi. Og þarna, í þessu, er ákveðin dæmi sem við getum kannski horft til. Hvað verður íslenskar íþróttir á næstu 5 árum? Munum við halda áfram að standa okkur vel eða munum við fara sömu leið og flestar aðrar þjóðir? Þegar að peningahyggjan, markaðsvæðingin bara tekur yfir íþróttirnar. Við erum ennþá rosalega saklaus. Við lítum á íþrótt sem leik en ekki sem vinnu. Og nú er þetta að gerast og við erum farin að sjá hættumerkin. Karlalandslið í fótbolta fyrir EM voru að endur semja bónusgreiðslur, rosalega átök innan liðsins. Menn komist í gegnum það, þetta sinni, þetta var líka fyrsta EM, en leið og við erum farin að sjá leikmenn rífast peninga, hugsið ykkur hættunum sem það skapar með liðsheildina og vinskapinn og fórnfísinn og allt þetta. Og ég vil meina að vera að halda fram í þessari bók. Á undanförnum árum höfum við orðið meira professional, það verið meiri fagmennska en ekki of professional. Við lítum ennþá íþróttir sem leik en ekki sem vinnu. Og það er sérstaðan okkar. Það er sérstaðan sem við höfum fram yfir þessi atvinnumannalið. Það sem leikmenn eru bara að mæta í vinnuna og stimpla sig inn. Við lítum á þetta sem leik. En alþjóðavæðing íþróttana gerir það verkum að við erum að dragast inn í þetta peningaumhverfi. Þetta fer alltaf snúast samninga og umboðsmenn og bónusgreiðslur og auglýsingasamninga og ég veit ekki hvað og hvað. Sem getur, ef við pössum okkur ekki, tekið hjartað og sálina úr þessum liðum. Þróun afreksíþrótta er í þessa áttina. Hún er að fara úr frá því að vera lokal í því að vera glóbal. Alheims, eða svona almenn viðmið alþjóðasamfélagsins er að taka yfir og þurrka út þessi lokal sérkenni. Hún er að fara úr því að vera amatör, áhugamennska, yfir að vera atvinnumennska. Hún er að fara úr því að vera leikur í að vera vinna. Hún er að fara úr því að snúast samkennd og snúast einstaklingshyggju. Þetta er búið að þróun afreksíþrótta. Og það sem þessi lið, eins og ég var að tala um á Spáni áðan, eru búin að átta sig á að þetta er ekki að virka til að mynda bestu liðin. Að tapa út þessum sérkennum, það drepur eitthvað í þessum liðum, ef maður orðar þannig. Það þurrkar það út einhverju leyti. Craig Pedersen, þjálfari körfuboltalandsliðsins, sagði ef þetta snerist peninga, körfuboltalandsliðinu, þá myndi ég bara eyðileggja þetta fyrir þeim. Strákarnir eru þarna, þeir elska að spila fyrir Ísland, þeir spila með bestu vinum sínum. Þetta er ekki vinna, þetta er eitthvað sem þeir elska að gera. Þeir eru að vera með vinum sínum og spila íþróttir og leika sér í íþróttum.
Við lítum ennþá á þetta svolítið, við erum ennþá pínu svona saklaus þarna og það gefur okkur ákveðið forskot akkurat núna en það er spurning hversu lengi það lifir. Kjarni málsins, síðasta glæran þetta svo smá í restina. Það var maður sem súmmeraði þetta svolítið upp fyrir mér og súmmeraði bara upp það sem ég var að pæla og það sem ég var að koma að stað í þessari rannsókn. Ég var að taka leigubíl frá æfingasvæði PSV Eindhoven í Hollandi niður á lestarstöð. Það var maður sem þótti mig ekki þessi, ég hafði ekki vitað því að taka mynd á honum því miður. Og hann fór að spjalla mig, hvað varst að gera á æfingasvæði PSV Eindhoven og eitthvað svona. Og ég fór að segja það eitthvað og hann fór að tala, hann er rosalegu fótboltaáhugamaður. Hann er tyrkneskur, en fæddist í Hollandi, eða fluttist mjög ungur til Hollands og hann hélt mest með Tyrklandi en nummer 2 með Hollandi. Tyrkland var líka nummer 1 og Holland nummer 2. Og það vildi svo vel til að Tyrkland og Holland voru í sama riðli og Ísland í undankeppni EM í fótbolta. Þannig að hann var búinn að sjá alla leikina undankeppni. Hann var búinn að sjá alla leikina með Íslandi móti Tyrkland og Hollandi. Og hann súmmeraði þetta ansi skemmtilega upp fyrir mér. Og hann sagði, tyrkneska landsliðið sem ég held mest með, þeir spila með hjartan. Þeir spila algjörlega með hjartan og tilfinningunum sínum að þeir myndu hlaupi gegnum veggi fyrir tyrkneska landsliðið og þjóðina. Algjörlega. Það vantar ekkert upp á það. En þeir spila ekki með höfðinu. Þeir halda ekki skipulagið, þeir hlaupa úr stöðum, eða fá sér mark, þá keyra þeir fram og fá sér strax mark aftur. Það er ekkert skipulag, það er engin ægi í liðinu. Þeir eru bara all out hérna að spila með hjartanum. Það er vandamálið þeirra. Þeir spila ekki með höfðinu líka. Svo þannig hollenska landsliðið, þeir spila með höfðinu. Taktíst, total fútball, eitthvað, skipulag, bara stöður, mekaníst, þetta og þetta. En þeir hafa ekkert hjarta. Ekkert hjarta. Það er ekki til í þeim. Svo þannig, íslenska landsliðið, það spila með hjartanum. Stolt, barátt og allt þetta, en það spila líka með höfðinu. Skipulag, halda skipulagi, festa, ægi, allt þetta. Og þetta súmmerar þetta kannski svolítið upp vegna þess að meðan höfuðið er fagmennskan, professionalismin, ábyrgð, stöður, skipulag og allt það, þá er hjartað svolítið leikurinn og amateurismin og tilfinningarnar og allt það. Og við náum að sameina það besta á báðum heimum í þessum liðum eins og staðinir og meðan þetta bara súmmerar alveg rosalega vel upp það sem ég var að sjá allt í kringum mig. Að við höfum þetta, við erum á þessum stað akkurat núna. Jæja, að lokin, þá bætti ég einnig glæru við. Hvernig tengist þetta ÍA? Ég er búinn að vera 2,5 ár, vinna bak við tjöldin með Jóni Þór og fleirum í knattspyrnudeildinni með ákveðna þætti. Og það eru ákveðni þættir í því sem ég var að tala sem tengjast því sem við erum að reyna að gera. Og það er kannski ágætt að bara fara í örstuttu máli í gegnum það. Í fyrsta lagi var verkefnið að skapa árangursríkan kúltúr í knattspyrnudeildinni. Árangursríkan kúltúr, alveg eins og við erum að upplifa í íslensku íþrótt. Það er einhver árangursríkur kúltúr. Við erum að taka eitthvað gott úr samfélaginu og kúltúrnum og við erum að nýta það vel í liðinu okkar. Og það er skapa árangursríkan kúltúr. Kúltúr, það sem leikmönnum líður vel, þeir hafa tækifæri og svona skapa aðstæður til að leikmenn geti bætt sig og stíð upp og ná árangri. Og það er mínum mati rosalega mikið í félagsgerðinni í kring, hvernig við búum þetta til, hvaða skilaboð og gildi við höfum og svo framvegis. Og það var stóra málið. Og það átti að auka fagmennsku í þjálfun, í að hjálpa ungu fólki að átta sig og stíga skref. Ég er búinn að koma inn í mörg verkefni þar sem ég hef hjálpað til með krakkana, að hjálpa þeim að fókusera á markmiðssetningu og allt slíkt. Það eru svona hópar sem vinna með leikmenn, þeir eru komin í ákveðin aldur suma, svona stoðhópar sem að fylgjast með þeim og hjálpa þeim og allt það, ákveðin fagmennska. Núna undanfarna mánuði er búið að vera svolítið að líta erlendis, fá hugmyndunum það, hvað er þetta að gera? Er þetta að gera eitthvað betur? Getum við fengið hugmyndir erlendis sem getur nýtt okkur inn í þetta umhverfi, þennan kúltúr sem við erum með?
Þannig það verið að búa til ákveðin svona árangursríkan kúltúr með að nota það sem fyrir er og bæta einhverju fagmennsku inn í starfið. Og það er verið að vinna í þessu að þróa þetta og byggja þetta upp. Það er í gangi. Einn partur af þessu er að það er byggt á heimamönnum. Það er byggt á heimamönnum. Af hverju? Jú, vegna þess að þeir hafa rætur í samfélaginu og tengst við samfélagið sem þýðir það að þeir hafa svolítið svona stolt og hjarta, alveg eins og íslensku leikmennir í landsliðunum. Heimamenn hafa meiri tengingu við samfélagið sem gerir það verkum, og það er filosófían, hugmyndafræðin, að þegar á móti blæs þá þarftu að hafa rætur í samfélaginu. Ef að við erum með fullt af aðkomumönnum í liðunum, þegar á móti blæs þá geta þeir strax fyrir að hugsa, ég bara fer í annað lið á næsta sísoni. Það er mjög auðvelt að fara í þá átt. Og ég er með þá hugmyndafræði og ég stend fastur á því að það þarf alltaf í öllum liðum að vera kjarni heimamanna. Ekki í öllum stöðum, vegna þess að þeir sem koma bæta ýmsu við og koma með svona alls konar hluti, nýja inn og nýja vitt og allt það, en það þarf að vera einhver kjarni heimamanna sem þetta byggist í kringum. Vegna þess að það er kletturinn sem stendur af sér fárviðri þegar illa gengur. Og við höfum, til dæmis í meistaraflokki karla á síðustu 2 árum, lent í vandræðum í fyrri hluta móts, alveg eins og við erum að gera núna. En liðið verður alltaf í bæðiskiptum unnið sig upp úr því, og ég segja miklu leyti vegna þess að við höfum þennan kjarna. Við höfum þennan kjarna. Og það er mikilvægt. En það er líka mikilvægt að fá leikmenn sem bæta ykkur við og allt það. Þannig þetta er svona heimamenn, þetta íslenska, það þarf að vera hjarta í þessu og rætur í samfélagi, alveg svo íslensku landsliði. Við erum að byggja þetta svolítið ungum leikmönnum. Við erum að byggja þetta ungum leikmönnum. Og það þarf að gera það til að mynda svona nýtt lið sem er verið að skapa. Og það tekur tíma að skapa lið. Og ungir leikmenn þurfa ekki bara að fá tækifæri, þeir þurfa að fá traust. Og það er heilmikill munur þar á. Ég sé oft í íþróttum unga leikmenn fá tækifæri með þeim hætti að það eru 5 mínútur eftir og liðið 3 lifir, þá fá þeir að koma inn á. Það er ekkert alvöru tækifæri. Ég sé oft í handbolta að liðið er komið 10 mörkum yfir og 5 mínútur eftir, þá fara ykkur 5 ungir inn á og allir hinir út af. Það er ekki, leikmönnum er engin greiði gerður með því. Það þarf að veita leikmönnum traust ef við ætlum að skapa hér nýja kynslóð knattspyrnumanna og þeir þurfa að læra með því að vera í eldlínunni. En það kostar það að þeir gera fullt af mistökum. Það kostar það að það verður fullt af feilum vegna þess að þeir læra af mistökum sínum. Þess vegna þarf þolinmæði og fótbolti er nú ekki staður fyrir þolinmæði. En það þarf þolinmæði að byggja upp lið og byggja upp lið á ungum leikmönnum að leyfa þeim að vaxa og dafna. Og við setjum þetta mynd af íslenska handboltalandsliðinu sem ég er að vinna með núna. Það er akkúrat það sem við erum að gera það sama þar. Það eru kynslóðaskipti. Það verið að fá unga leikmenn og hefur verið að keppa á heimsmeistaramótinu núna í janúar. Margir ekkert sátti við árangurinn í Íslandi, en mér fannst hann bara rosa góður. Vegna þess að það verið að nota unga leikmenn, ekki bara til að koma inn á í 5 mínútur, heldur bara til að vera á vellunum 60 mínútur í toppleikum og gera bara fullt af mistökum. Það er það sem að landsliðin gera og þurfa að gera oft á tíðum. Vegna þess að við höfum ekki í landsliðunum bara endalaust af frábæru leikum sem bara halda þessu við. Það verða kynslóðaskipti. Og þá þarf maður svolítið að byggja upp grunninn og við gerum það ekki bara með að gefa leikmönnum tækifæri, heldur verðum við að gefa þeim traust. Og það er kannski svipaðir hlutir að gerast í handboltalandsliðinu eins og að gerast hérna í knattspyrnuliðinu. Fullt af áföllum, fullt af svona hindrunum og gengur illa, en með því að byggja upp kúltúrinn, fagmennskuna, ræturnar, þá vinnum við okkur í gegnum það. Og það er þolinmæði og trú á verkefni. Við þurfum að byggja okkar styrkleikum. Skagaliðið í dag, allavega karlamegin, er ekkert að fara að spila einhvern Barcelona fótbolta. Vegna þess að styrkleikur okkar liggja í öðru.
Þannig að það akkúrat þetta, við þurfum að byggja á styrklingum okkar. Hvað höfum við? Það ekki hægt að ætlast til einhver sem ekki til staðar. Og ég vil kannski setja svolítið samasemmerki milli IA og Ísland. Það svolítið núna staðan, þó þetta særi kannski einhverja sem gullaldarlið IA, að þá erum við pínlítið underdogs. Og við þurfum að byggja á því að vinna baráttuna. Og við þurfum að byggja á því að spila með hjartanu og nýta þetta sem við höfum. Heldur en að spila eitthvað fancy bolta eða eitthvað sem við kannski höfum ekki eins og staðan í dag. En þetta það sem við erum að byggja upp og þetta það meðal annars það sem við getum lært af þessum landsliðum og tekið með okkur í að skapa þetta. Og þetta það sem við erum að vinna að hérna, þannig að svona, þið kynnt ykkur það örlítið, að skapa þennan kúltúr. Þannig að leikmenn í yngri liðum IA, þeir hafa tilfinningu fyrir því að ef ég æfi og stend mig vel, þá hef ég möguleika að komast í meistaraflokk. Og ég get sagt ykkur það, ég hef unnið við það bara ekkert sjálfgefið. Í mörgum liðum á Reykjavíkursvæðinu eru leikmenn í öðrum og þriðja flokki sem gera sér grein fyrir því ég hef ekki séns á að komast í meistaraflokk. Vegna það sem meistaraflokkur gerir, þeir bara kaupa alltaf eitthvað nýtt lið þegar við erum að koma upp og það fara engir ungir leikmenn í gegn og fá engir leikmenn alvöru tækifæri. Og við erum að reyna að sporna gegn þessu með að fara aðra leið, með að gefa þessum leikmönnum traust og byggja það upp. Og við erum myndi ég segja, á hárréttri leið. Auðvitað eru skaflar, það að fjölga leikmönnum í yngri landsliðum, við erum að fá A-landsliðsmenn og svo framvegis. Þetta allt í rétt átt, þannig að það þarf þolinmæði. Og þetta það sem við erum að gera hérna með fótboltaliðin en kannski einhver tenging við þessi landslið. Þá ætla ég bara að láta þessu formlega lokið með þessari hugmynd. Við erum ekki að fara að taka húið, þið getið alveg verið róleg. Þannig að eru svona einhverja spurningar eða sem viljið umræður eða eitthvað sem viljið tjá okkur eða eitthvað. Hérna bókin. Þá því ég tala þetta allt miklu svona dýpra og meiri skýringum og fleiri dæmum í þessari bók. Hún fæst í bóksölu stúdenta og það hægt að panta hana á netinu, þau senda hana, það líka hægt að kaupa hana á Amazon og eitthvað. Hún fræðibók en samt á svona mannamáli, þannig að svona ættu nú flestir að geta skilið þó að sé einhver fræðiorð þarna innan En svona, hún fjallar svolítið þetta sem ég var að fjalla og tekur þessi dæmi og tekur þau dýpra og skýrir þau betur. Hún tekur alls konar aðra hluti líka og sem ég komst nú ekki. Þannig að svona, þetta það sem svona kynningin mín allavega hér. Kannski spurningin Já. Við sem komin ákveðin stig og komast á stórmót sem þetta árangurinn. Hvað telur við þurfum að gera til að ná allar? Í hverju? Í þessum hópum. Endilega verða meistari. Ég held að það sé ekkert voðalega raunhæft, sko. Þetta bara toppurinn? Dæmi, karlalandsliðið í körfubolta. Eftir EM, nú síðast, þá voru aðilar sem komu á þjálfarana og voru að undra sig á því af hverju ég keypti ekki einhverja bara sem eru 32, einhverja rosa stóra menn, sem eru bara til sölu, skilur við. Af hverju kaupið ég bara ekki 2 svona stóra gæja til að fá inn í liðið, þá getið ég bara gert miklu meira. Og þjálfarinn segir bara, við höfum ekki áhuga á því, það bara eyðilegt, við erum ekki þannig lið, skilur við, sko. Við gætum keypt okkur inn í þetta eins og margar þjóðir gera. Við gætum keypt okkur inn í þessi mót til að eiga eitthvað breyka og gera eitthvað svona, sko. En ég held að kúltúrinn hérna, hann svona sé ekkert voðalega hrifinn af því, basically, sko. Og ég held að við séum bara ótrúlega stolt að vera þarna, við erum ótrúlega stolt að ná 8. sæti á EM sem er bara stórkostlegt. Við erum stolt að vera á þessu móti, við erum stolt að við vinnum baráttuna. Og ég sé ekkert að við séum að fara að vinna þessi móti eða eitthvað slíkt. Ég sé það bara ekki persónulega gerast. Sko. Hvað þar til, ég veit það ekki. Ég sé það ekkert í spilunum. Sko. Vegna þess að mér finnst trendi vera að liðin að átta sig á þessu með stemningun og allt það. Þau eru að átta sig á gildunum okkar. Og við sjáum til dæmis í handbolta að vera að kaupa íslenska handboltaþjálfara bara í öll bestu lið í heimi. Til hvers? Jú, að kenna þetta. Að draga þetta fram, skilur. Það eru handboltaþjálfararnir okkar að gera, þeir eru keyptir í þetta. Að kenna þetta og draga þetta fram. Þannig að íþróttaheimurinn er búinn að átta sig svolítið á þessu. Þannig að ég svona
er ekkert voðalega bjartsýnn að við verðum hérna í hæstu hæðum eða á þessum mótum stanslaust. Þau eru reyndar að stækka. Einn þáttur í því að við erum á þessum mótum, það eru fleiri að komast inn. Kvennalandsliðin í fótbolta voru 4 þjóðir, 95 eða 94, sko. Þau eru að fjölga, kallaði fótbolta líka, breytta reglur í körfubolta. Þannig við höldum okkur kannski inn á þessum mótum vegna þess að það eru fleiri sem komast inn. En ég er stórlega efins og það er ekki leiðilegt að vera við svekkjum því að við verðum eitthvað í hæstu hæðum, bara mitt mat. Vonandi hef ég rangt fyrir mér. En árangur felst í því að reyna að halda þessu? Já, það sem við erum að gera núna og í öllum þessum íþróttum, það er eiginlega bara með ólíkindum. Sko. Þannig við áttum okkur bara á því. Þetta er einstakt, má segja. Þannig að við erum að lifa ákveðin topp núna, held ég, búin að lifa. Og ég er ekkert viss um að hann haldist, sko. Bara kalt mat, sko. En kannski tengt þessu, þú ert að bera saman Noreg og frábær náttúrulega í danska knattspyrnulandsliðinu sínum tíma. Hvað er það sem gerist hjá þeim heldur í kjölfarið? Það er í vinnslu. Já, það er það sem gerist að leikmennirnir fara í mjög stór lið. Þessi leikmenn í norska landsliðinu, margir í ensku deildin og allt það. Og þá, það verður allt í einhver fullt af einhverjum smákóngum í þessum liðum, sko, sem eru bara yfir eitthvað hafnir og taka ekki þátt í ykkur. Það fer þessi samkennd úr liðinu og þessi vinskapur. Sumir vilja meira og sér treatment og allt þetta. Mikil pressa frá norsku þjóðinni að hætta að spila varnarbolta og spila svolítið skemmtilegan fótbolta. Þessi drillóbolti var gagnrýndur. Þeir fara að spila eitthvað bolta sem þeir ráða ekkert við, sko. Þannig að þeir missa svolítið þetta samkennd, einstaklingarnir vera stærri en liðið og allt þetta. Það eru þessi element sem fara svolítið úr skorðum hjá þeim. Sko. Byrja að rífast bónusa og allt þetta, skiljið. Þannig að það er svolítið þetta sem gerist í þessu norska landsliði, að mér skilst, og við erum að vinna í þessu. Að það er svona, og bara eftir 2000 þá bara breytist allt og þeir missa kannski það sem er höfðu og styrklingarna sína, sko. Og það er verið að tala um núna í Noregi, en núna er að leita aftur í innan tíma með að fá Lars Lagerbäck, með að fara aftur í sama leikskipulagið, reyna aftur að mynda liðsheildina, þetta sem Íslendingarnir hafa, að þeir séu að leita aftur í 95, sko, fara aftur í tímana, því við erum svolítið eins og þeir voru þá, sko, skilur. Nú er það umræðan svolítið í Noregi, sko. En það væri þá vænlegri fyrir ungt efnilegt íþróttafólk á Íslandi að vera frekar heima, þetta er að fara til dæmis í akademíu erlendis eða jafnvel. Ég bara get ekki svarað því, sko. Það er bara rosa, sko, ekkert endilega. Ég held að við séum almennt með frekar gott barn- og unglingastarf. Bara mjög gott miðað við margar aðrar þjóðir. Þó að mér finnst margt að og margt með að bæta, þá erum við með mjög gott barn- og unglingastarf miðað við víða erlendis, þessi foreldrar þjálf og allt það. Afreksstarfið okkar hefur verið mjög dapurt. Bæði vegna þess að við höfum ekki haft mikla þekkingu, við höfum ekki haft neina peninga í það, skilju. Það hefur breyst mikið á undanförnum bara 5-6 árum, finnst mér. Sko. Það hefur breyst mikið, fagmennskan og allt það. En afreksstarfið við svona almennt sé verið dapurt. Nú erum við komin á miklu betri stað. Sko. Þannig ég held að sé alltaf svolítið persónubundi. Fyrir suma er betra að vera heima, fá reynslu í deildunum heima. Og það er einn af kostunum að vera heima. Ungir leikmenn fá reynslu að spila við fullorðið fólk fyrr heldur úti. Og það er rosalega mikilvægt. Meðan að sumum hentar betur að fara út í annað umhverfi og allt það. Ég held að sé bara rosalega persónubundið. Þannig ég held að sé ekkert eitt í því. En margir fara og snemm út, ég er alveg á því. En sumir bara höndla það, sko, veist. Og góðu vinur minn, Magnús Ragnar Magnússon, er umboðsmaður. Og við höfum oft rætt þetta þú veist, að fyrir einhvern leikmann, það skiptir máli hvert hann fer. Ertu að fara í klúbb sem heldur vel utan þú hugsa þessi krakkar, sumir kunni ekki að spæla egg, skilur, eða setja í þvottavél, sko. Þeir eru engin greiðu gerðu með að vera einhvers staðar einir ef það er ekki haldið vel utan því. Meðan að sumir klúbbar hugsa rosalega vel þessa krakka og þeir eru í skóla og það er einhver mentor með þeim og allt þetta, skilur það. Þú veist, þetta er alltaf bara, ég held að maður verður að taka bara hvert tilvik fyrir sig, held ég. Finnst það ekki óungt fyrir krakka að fara út í atvinnumennsku 14-15? Hvað segirðu? Finnst það ekki óungt að krakka fara í atvinnumennsku? Jú, persónulega finnst mér það, sko. Eru við ekki meiri líkur að þeir flosna upp og svo hætti að hafa áhuga? Jú, út af því að erlendis, eins og segja, þá er þetta kannski meiri vinna frekar en leikur. Það tekur svolítið leikinn úr þessu, að mínu mati, skilurðu. Og
það eru mjög margir sem fara ungir út sem koma aftur heim, sko. Það eru kannski einn og einn sem ílengjast, en flest allir koma heim og ég var að pæla þessu bara í dag, hvort það þyrfti ekki bara að taka saman statistík, fá einhvern nemanda hjá mig til að taka saman statistík, allir ungi leikmenn sem hafa farið út á síðustu 10 árum, sko. Þú veist, hvað margir eru að koma tilbaka og allt þetta, sko. Það þarf bara að skoða þetta, sko. En ég alveg á því, mér finnst það ansi ungt og full ungt og það er sem að þessar íþróttakademíur út að gera, að taka alveg mjög unga krakka, 10, 11, 12 ára inn í akademíur og gera þetta svona vélrænt, sko. Og ég held að það sé ekki gott fyrir þróun þessara leikmanna, klárlega. Ég fagna þessu aðeins vegna þess að ég vantar aðeins inn í fyrirlestur áhugann. Það er örugglega í bókinni, sko. Já, ég veist ekki það. Að lykilmenn ef við tökum bara fótboltann í íslensku landsliði fótbolta fóru út 15 og 16 ára. Já. Já, og það er kannski þetta, þeir hafa fengið það best úr báðum heimum, eins og segi, við erum með almennt mjög fínt barna- og unglingastarf og þeir fengu það best úr því og fara svo þessum aldri út í atvinnuumhverfi sem fá meiri fagmennsku sem að við höfðum kannski ekki upp á að bjóða fyrir svo mörgum árum, þannig þeir hafa fengið það besta úr þessu systemi, því við erum með gott barna- og unglingakerfi og fengið svo mjög gott úti það sem er meiri fagmennska í þessu. Þannig ég held að það sé alveg mjög góð punktur, ég minnist þeim dráða í bókinni. Hvað þurfum? Þekkist þetta ekki í handbolta? Nei, ekki beint, nei, ekki svona, held ég. Það er sko, fótboltinn er alveg í sér klassa með alla peninga og allt slíkt, sko. Þannig að, svona, að það er bara svolítið annar heimur, svolítið, sko. Almennt séð. Þó væri örugglega kannski einhver dæmi unga leikmenn, en almennt séð þá er þetta ekki eins í því. Við náum samt þessum góða árangri líka í handbolta. Já. Þú nefndir að þetta með barna- og unglingastarf, hvað finnst þér helst eða hvað mætti bæta til að tengja þetta betur saman? Hvar er það í byrji? Mér finnst ég almennt vera að gera fín hluti, en samt sem áður, það er mjög misjafnt milli félaga og milli þjálfara og mér vantar kannski oft svona samræmi milli þjálfara, það er ekki bara, þú ert ekki bara heppinn eða óheppinn hvaða þjálfara þú færð, sko. Það er allir að borga æfingagjöld og eiga fólkuna þjónustu. Svo ertu með þjálfara sem er með allt á hreinu og sinnur svo rosa vel og er með allt svo, lendu honum þá ertu heppinn eða út með einhvern annan þá ertu bara óheppinn, sko. Og bara ég hef reynslu bara mínum börnum varðandi þetta og það er verkefni sem að við störtum í samstarfi við ISI sem að ég sá svona sóknarfæri í barna- og unglingaþjálfun og það er verkefni sem heitir Sýnum karakter. Hvort ég hef heyrt af því? Hafið heyrt af því? Já. Og það byggir einmitt á þessu sem ég vil halda fram að við erum alltaf að einblína á það að þjálfa líkamlega þáttinn sem er alltaf forsenda í íþróttum. En barna- og unglingastarf á að vera uppeldisstarf og árangur í íþróttum byggist líka á því að vera með gott hugafar og góður í félagstenglum, sérstaklega í hópíþróttum, að ég segi við erum að þjálfa þetta og styrkja þetta miklu meira. Og þetta gerum við í unglingastarfinu. Dæmi, ég fer kannski í meistaraflokk einhvers staðar, ekki hér reyndar, þetta var annars staðar fyrir nokkrum árum, og talaði við meistaraflokksþjálfara og hann var að kvart og kveina yfir því bara leikmennir sem er að koma upp í meistaraflokk, það er svo slakir karakterar, það er bara einhver krakkar, eru bara í tölvunni langt fram á nótt og nenni ekki að leggja á sig og bara eitthvað og engin leiðtogar að koma upp og veist, hvað er að verða með þessa kynslóð? Og maður heyrir þetta. Og ég segi á móti, ok, hvað eru því félaginu búin að vera að gera til að þjálfa þetta og hjálpa þeim? Þá er fátt svör. Sko. Og punkturinn minn er þessi, við erum með krakka í íþróttum á Íslandi sem er að koma á æfingu 3, 4, 5, 6 í viku í íþróttafélagið sitt. Og þetta við að kenna þeim. Við að styrkja það félagslega, við að kveikja í leiðtónum, við að efla þau og gera alls konar hluti til að vera sterkari einstaklingar, standi sér betur í lífinu og standi sér betur við komist í meistaraflokk. Og þarna finnst mér fullt meira sem við getum gert með þessa þætti að við getum hugsa meira þessa krakka með þessum hætti. Við getum alveg þjálfað upp leiðtoga, við getum þjálfað félagsfærni, við getum þjálfað sjálfstraust og allt þetta. Þetta að gera, og þetta að gera markvisst, alveg eins og við ákveðum að í 4. flokki á að þjálfa innanfótasendingar eða langar spyrnur eða hvað þetta er.
Við bara verum þetta á hreinu og þessum aldri þá eru krakkarnir mikill í mótun, þá er gott að hafa áhrif á félagstengsl. Þessum árum sjálfstraust. Þarna fyrir við að sá fræjum fyrir leiðtoga og við erum svo áfram með það hérna, svo framvegis. Það eru svona hlutir sem við getum bætt rosalega til að styrkja karakter þessara krakka, öll þessi element sem er í landsliðunum, við leggjum rosalega mikið upp úr karakter og bara bæta þú að sinna líka þessu samfélagslega hlutverki. Svo dæmis tekið. Nei, þetta verkefni fór á stað í fyrra og það var fyrst og fremst að kynna þessa hugmyndafræði, sá þessum hugmyndum að við getum þjálfa sjálfstraust og leiðtoga eins og við þjálfum annað. Það var fyrsta verkefnið að gera það. Það er svo í höndum félagana að gera þetta og þetta er svona hugmyndafræði og ég samdi í texta þetta, eitthvað svona leiðbeiningar en ég er ekkert með öll svörin. Svörin liggja hjá þjálfurunum og þekkingun í félagunum sem er að vinna með þessa krakka. Já, heyrðu, þetta er hugmynd, við getum gert þetta svona hérna og svo framvegis. Þannig að frumkvæði er svolítið alltaf hjá félagunum. ISÍ er ekki því að stýra félagunum sem þannig. Heldur við að senda þessar hugmyndir út í íþróttasamfélagið til að hjálpa íþróttafélögum. Heyrðu, já, við getum gert þetta. Ok, þetta leysir þessum, þá sinnum við bæði samfélagshlutverki og afrekshlutverki og allt þetta. Og þetta er svolítið svona sem að liggur hjá félagunum sjálfum. Það er að grípa boltan þarna, það var alltaf fín spurning, við sóknum styrk til ISÍ, einmitt í fyrirlesturröð sem tengist þetta verkefni sínum karakter.